Gleðileg jól. Allir saman. Það bara alltaf svo gaman þegar megum tala jólin. Ángríns. Mér finnst þess að fengi svona frelsið til þess að tjá mig allt sem ég vil tjá mig Ángríns, við erum alltaf lengi, sko. Alltaf lengi. Sem ekki bull. Bull af ætla sam. Við erum ennþá í jólagírnum, eins og þið heyrið. Við munum ekkert hætta, sko. Ekki fyrir næsta ári. Ekki fyrir næsta ári. En fyrir alla þá sem að hlusta, þá mælum við allan með að þið kíkið á YouTube og sjáið til dæmis fallega jólatréð okkar. Já, við vorum heil lengi að skreita þetta og setja þetta upp alveg sjálfur. Sko, það er beleikt á liðin fyrir þá sem að hlusta. Það er sko skærbleikt. Það er sko skærbleikt. Hver vissi að vera hægt að fá svona bleikt jólatréð? Ég ándis vissi ekki. Ekki á þessu landi. Nei. Never in my life. Ángríns. Líka fyndin sagði, við reyndum að panta okkur þetta. Já, af Amazon. Við reyndum að panta okkur bleikt jólatréð af Amazon af því að við bara vorum ekki búist við því að við myndum finna þetta á Íslandi. Nei, þú veist, við vorum líka búin að leita þá, sko. Nákvæmlega. Það var ekki komið allavega. Nákvæmlega. Og það kom til landsins. En skilaði. Tollurinn skilaði. Tollurinn skilaði jólatréð okkar. Ég er svo pirruð, sko. En ég skil ekki hvað fyrst, það bara hvernig? Hver segir þeim að þeir hafa rétt til þess að skila okkar jólatréð? Ég sveit ekki, það var sko, það er eitthvað grinds að vinna hjá póstunum. Tollinum. Hvað sem, já. Það sé allt grinsar. Nei, ég bara fyrir mér marga græna bara mér. Já, af því að þú veist, það er svo oft sem að pantar eitthvað erlendis frá. Alltaf fast í tollinum. Já, og líka bara með geggjum fyrirvara. Svo bara náðist það ekki fyrir jól. Maður bara, ég veit að var komið, þið eru bara leiðileg. You're being a bitch. You're being a bitch. Líka oft lendi ég bara að það er eitthvað komið og svo er það bara búið að vera í tollinum í svona kannski 2 mánuði eitthvað. Já, frábært. Maður fær ekki tilkynningu. Já, frábært. Þeir eru bara svona, já, ok, þú verður bara hér. This bitch. Já, ándjóks. Það er staðfest hérna hér með, það eru grindsar sem að vinna hjá tollinum. Öruglega. Allavega einhver. Allan að nokkur. Allan að þeir sem skiluðu bleika jólatrénu. Já, ángríns. Þess mér það bara ótrúlega mikið ekki anda jólana. Hver skilar jólatréð og án svo láta vita? Ég skil það ekki, mér finnst það Það var líka, þú veist, á síðan sem við pöntum það. Já, þess að seljandinn sem við keyptum þetta af Amazon. Hann var alveg bara, og hann var miður sín. Hann var bara, oh, I'm so sorry, eitthvað svona, þú veist, þetta hefur verið sendt tilbaka, hann hélt náttúrulega bara, við gætum ekki haldið upp á jólinu eða eitthvað. Já. Hann vissi ekkert fyrir hvað það var. Við hefum ekki getað. Við hefum bara hætt í desember. Tilbúið bara over. Eða það væri ekkert bleikt jólatréð. Nei, cancelled. Já. Shit. Nei, þetta var rosalegt, sko. Mér finnst alveg skrítið að við fengum ekkert að vita að því, við vissum ekki sem var að koma til landsins og hvað það fara tilbaka til gæjans. Líka sko, bear in mind að við pöntum því í byrjun nóvember. Já, skrítið. Fyrst, já, þetta var ljótt. Já, mjög. Það var bitch, no, it's too soon. Get back. Tollurum var bara hell no. Og svo bara, þú veist, hvað hefði hleyftir sér gegna því ef þetta hefði verið grænt? Kannski. Er þetta bara því að þetta var bleikt öðruvísi? Við erum klæða. Motherfuckers. Hvað okkur hefur fólk að koma út í bleikum trjám? Explain! Ég vil fá, þú veist, explanation, skilur. Ég vil ekkert. Ég vil fá ást einmitt og líka sko tollurinn lét okkur ekkert vita eins og það er. Við fengum ekkert eitthvað, heyrðu, þú fegst þetta en það er eitthvað efni í þessu sem má ekki vera eitthvað, skilur. Þá hefði verið bara, ok, fine. Einmitt. En það er ekkert. Það er ekki neitt. Og pældi ég ef að gæinn hefði ekki sendað okkur. Þá væri við bara, einmitt ekki hér. Nei. Klátað. Motherfuckers. En þá geðvitt pirrar yfir þessu sko. Þetta er búið að valda okkur mikill að streitu. Já. En þetta reddaðist. Þetta reddaðist, last minute, óvart. Óvart, þetta er bara að því að einmitt, ég var í einhver búð og sá bleikt jólatré og ég var bara, Sunneva? Á ég að kaupa þetta? Trúir þessu? Og hún var bara eitthvað, keypti á hana, það er búið. Þetta er svo fallegt. Einmitt. Sjokki. Allavega, það er allavega að vera að selja bleik jólatré á Íslandi, þannig að ef að þið eru búin að kaupa ykkur, láta ykkur vita. Já, ég vil sjá. Ef að þið eru með heimili eða stofu, þar sem er bleikt jólatré. Ég vil koma í heimsókn. Nei, ég var að segja, bara getur búið okkur í tebolla? Við vorum svo til að koma í tebolla, sko. Tebolla, sko, please. Það meistari væri með bleikt í stofunni, sko. Þangað væri ég til að fara. Jokes. Það eru bara, já. Ég ætla að sjá það. Ef við myndum ekki búa með strák, þú veist, en við byggjum 2 saman. Já, þá er það bleikt. Allan daginn. En að því byggjum með Gunna og þá myndi ekki fá leyfi fyrir, það fyrir allir að vera samla. Það hefði ekki fengið leyfi fyrir bleiku. Þú fékkst leyfi fyrir hvítu. Já. Það er alveg, ég myndi mér allir gæjar myndi samþykja það, sko. Já, mjög ánum með það. Já. Það er millilið. Sátt með það. Herru, allar að hella okkur upp á... Yes, you want some tea? I want some tea, please. Gonna pour you some tea, darling. Ja. Ja. Ja.
En talandi þá það sem mun ekki festast í tollinum það sem mun ekki festast í tollinum og mun ekki taka langa tíma að fá sendan heim það vörur af organicskincare.is Laugar spa þið getur bara panta sótt bara strax þið ekki sent hversu geggjað engin tollur, engin grinch sem er að fara að stela Nei, einmitt við mælum bara með því alltaf bara eins og allir að gera þetta tímalega algjörlega svo eitthvað servist ekki upp eða ef þú ætlar að fara sent út á land þá bara það er mikið að gera hjá pósturinn veit ég þurft að bíða í röð í svona 20 mínútur daginn já þannig En hann mun allan ekki vera sendt tilbaka það mun ekki festast neins þar og það eru ekki grindsar sem eru að afgreiða þær sendingar alls ekki grindsar hjá Laugar spa sko. Nei, þannig að við sjálfsögum mælum með að kíkja þangað því hvað er sætara en eitt lítið kasmír í jólapakkan eða Royal eða Royal sko ef þið eruð ef þið erum að pæla í ylvötnum fyrir eitthvað í fjölskyldunni að kasmír það sem að við báðar notum eins og en ég var alveg til að eiga síðan Royal líka Royal er aðeins svona þyngri lykt og meira svona krydduð en kasmír er meira svona sæt og svona bara basically eins og ímyndar að kasmír myndi lykta, já mannlega keimur einhvern veginn, geða svona soft og góð en samt svona þung einmitt, ég elska þungar lyktir, ég veit ekki hvað þung sé rétt svona orðatildagi en þung er svona þú finnur að þetta er fancy þannig þú skýrið þungt þannig að lyktin svona festist og er svona sterkari á manni einhvern veginn, þetta er ekki svona maður átt ykkur cheap ass svona body spray og þeir svona eins og séu vassblönduð það er svona létt lykt það er svona létt, þungt og létt við náttúrulega erum ekki að búa til þið heyri það en þið skiljið hvað við munum en kasmír væri þá þú veist ef þið veit illum saman með garababika notar aðeins kryddaðari lyktir þá er það kannski eitthvað til að pröfa já, algjörlega og svo er líka súlykt bæði eins og með kasmírna sjálfsög en Royalin passar ég þekki alveg bæði stelp og stráka sem nota þetta sko já, vinkonum mín notar Royal bara sko og ég er alltaf með kasmír já, nákvæmlega þetta er alveg fyrir öll kyn en svo eru stölu margir stráka sem nota líka Royal og kasmír já, og kasmír skilju, þannig að þetta gengur alveg fyrir bæði algjörlega, mjög bara svona unisex very unisex yes unisex herðu ekki fyrir þá sem við ekki vart á Friends þá erum við bara weird unisex nei, en já, við erum mjög weird en við mælum allan daginn með að tjekka á organicskincare.is 100% en það sem við ætlum að tala um í dag Birta stop there, my friend hvað er jólagjöfin mín? Birta sendi á mig í dag bara, þú veist að það er þitt törn að koma með jólapakka í dag sko já, væntanlega já, bara svona minna þig á ég veit það for kindly sakes ég er alveg gleymið sko já, ég var ekki að meina því að ég langar í pakkan ég gleymi ekki pökkum sko ok, þetta er í svona ég myndi ekki sko fyrst að það væri náttúrulega vínflaska þetta er þannig póka en ef þú finnur ég augljóslega finn þetta er ekki vínflaska þetta er eitthvað frekar létt fyrir þá sem er að tjúni núna þá er svona að gefa mér sér pakkan já, af því við erum að gefa pakka í hverjum einsta þætti skiptumst á, bara gefa okkur aðra já svo ætlum við að opna alla saman með ykkur á 24. desember já, það verður bara eins og að halda jólu með þeim pældi því til að vera heppin ég er svo spennt ég líka, en ok, þetta er mjög léttu pakki og þú sagðir í síðasta þætti að við ættum alltaf að gefa hint þannig að hvað er hintið? Sexy ok, sexy ok, þá ætlum ég að gíska að þetta sé eitthvað svona undirfödd ok, þetta er geggjað munum við það svo herru, við báðarum augljóslega algjörleitingar þegar við báðarum með þetta gjafapóka Nei, líka besta er að ég held að þú hafi gefið Bensan að gjafapóka í útskrift og ég er endin í þann það er bara og stjórnina já, gott gott endin í þetta já, maður á endin í þetta svona póka en ég lofa að pakka inn næst af því að þetta gengur ekki nei, ef við myndum fylla borðið að já. En hérna alltaf lægur með 2 já, það var ekki hægt að pakka mínin sko, nei, ég skilji ok, þetta er ógeðslega flott, ég er sitt hvað er flott ég er alltaf spennt sko herru, já, ok, þá máttu kynna til leiks málefnin dagsins, sorry við ætlum að tala um jólabíómyndir hvað er svona okkar uppáhalds og já, ég er með svona nokkuð þemu bara hjá mér hvernig erst þú með þetta?
Ég var með 5 uppáhaldsjólamyndir mínar. 5? Já. Svo ég með svona nokkur svona, ég kynnti mér aðeins svona hvað gerðist behind the scenes á tökunum á þessum bíómyndum. Og með svona skemmtileg fun facts þessar myndir. Bara 2 samt. Ok. Af því annars hefur við verið hérna örugglega í allan dag. Forever. En hérna, já, þannig mín uppsetning á þessu svoleiðis. Hvernig þín? Hvernig það skiptir svona í flokka? Ég skiptir svona niður sko, ég elska náttúrulega jólin. Já. Og ég elska jólabíómyndir og það skemmtilega sem ég veit að gera þú veist, jólin að horfa myndir og eitthvað. Já. Þannig ég skiptir svona niður í uppáhaldsmynd mínar, uppáhalds rom-com mínar, uppáhalds marathónu mín, uppáhalds flashback jólamyndir, uppáhalds jólagrínmyndir og nokkur sem ég langar að sjá. Sæll. Ok, en eins og þegar þú segir marathónin mín, þá það ekkert endilega... Það ekki jólalegt. Það ekki jólabíómyndir, en bara myndir sem þú horfir á jólin. Já. Myndir... Brá. Myndir sem að ég tek alltaf marathóna af jólin. Já, fyrir það sem hlusta að heyrðist eitthvað hljóð allir og sunnu að Mjög brá. Brá sem svo lítið hjarta. Það bræður ógeðslega öðvöldlega. En ok, býtu... Ok, ég veit ekki hvað ég má byrja þá. Vilt þú kannski bara byrja? Og ég ekki bara byrja að taka uppáhaldsmyndirnar okkar. Ok. Og bara svona the OGs, skilur. Bara uppáhaldsjólabíómyndir. Ok. Bara nummer 1, 2 og 3, bara... hjá okkur báðum veit ég að þetta held ég. Elf. Elf nummer 1. Nummer 1 í mér, já. Bara the top of them all. Það bara svoleiðis. Og ég veit að, þú veist, þetta alveg basic svar. En það bara besta mynd lífsmins. En það bara ástæðan okkur til basic svara. Því að þú veist, allir bara að segja þetta sé besta mynd í heimi. Nei, ég ætla að breyta þessu. Elf á íslensku. Hún hilarious. Hefurðu séð hana á íslensku? Já, hún hilarious. Best á íslensku. Já, hún hilarious. Lilli Álfs, hvað uppáhaldslitriðin? Ég elska Lilla Álf. Já, Lilli Álfur. Ég með facts þessa, eða þú veist, svona staðarindir þessa bíómynd. Ég veit ekki hvort þú vil að bara taka núna. Já, kannski eitthvað sem ekki séð hann einu sinni. Nei, en þetta engin spoiler, sko. Nei, ég að segja að þú veist þannig kannski bara gott að vita eitthvað. Já. En allavega, þetta mynd með bara uppáhaldsgrínleikaran mínum, Will Ferrell. Er hann uppáhaldsgrínleikarinn? Bara út af þessar mynd held ég, sko, og Step Brothers. Já, ok. Grínast. Svo góður. En nei, mér finnst hann bara alltaf fyndinn, sko. Hann bara... Mér finnst hann bara Will Ferrell ekki alltaf fyndinn. Já. Hvað með dæmi? Ég veit ekki, eins og Þú fílar ekki Step Brothers, eða? Jú, ég fíla Step Brothers. En það að stundum finnst mér að vera svona overboard. Hann mjög Jim Carrey verið þannig. Já, mjög Jim Carrey líka stundum vera þannig. Ok, ég fer bara hlæja andlutna á Will Ferrell bara leið að ég sé hann, sko. Mér finnst það geggjaður. Hvernig fannst þið þá Eurovision-myndin? Ok, reyndar ekki góð, sko. Einmitt. Það ekki línuna. Ok. En allt annað. Nema einhver sem heiti eitthvað sem Sherlock Holmes myndin með honum. Já. Það sú mynd og Eurovision, allar hinn góðar. Finnst þið það? Já. Ok, mér finnst það stundum góður, en þetta ekki svona, ég get aldrei sagt að hann væri uppáhalds. Nei. Bara því að þú veist, mér finnst hann ekki alltaf. Ekki svona uppáhaldsýkti? Nei. Mér finnst það ekki, don't get me wrong, skilur, þetta skemmtilega leikari og hann ógeðslega fyndinn, en það eru bara suma myndir sem svona, hann hefur farið bara svona overboard sem ég svona, já. Ok. En ég samt ekki það mót honum, sko. Ég veist, þetta ekki svona, ég get ekki hort á bíómyndum, alls ekki þannig. Nei, væntanlega ekki að þið uppáhaldsmyndin með honum. Já, uppáhaldsjólabíómyndin, já. En, já, það eitthvað annað fyndið. Já, þú veist, ok, þessi myndi með Will Ferrell og hann að leika svona munaðarleysingja, eða ekki? Orphan Boy. Já, hann var munaðarlaus. Sem að skreiði pókan hjá Svenka og ólst upp hjá Álfum á Norðurpólum. Vákaðu lúðald að segja frá þessari mynd. En svo vill hann vita hver alveg pabbi sinn og eitthvað fyrir til New York. Já, fyrir til New York að finna pabba sinn. Já, svo góð mynd, sko. Og þá hann alveg orðin svona, hvað hann að vera? Fullorðinn. Já, 30 eitthvað. Já, hann 40, sko. Já. Rúmlega. Í álfabúningnum. Í álfabúningnum og geðslega, og sokkabuksunum. Já. Gísla fyndi. Geggjað, sko. Herra, ég segir nokkuð skemmtilega staðarindur þetta. Já. Upprunlega, sá sem átt að leika hlutverk Litla Áls. Lilla Áls. Little Buddy. Já. Var Jim Carrey? Það ekki mega sens. Nei. Krullurnar Will Ferrell meika bara svo mikið sens. Hann svo lúðalegur. Já. Ég alveg saman. Ég ekki vilja sjá Jim Carrey í slutverki. Ekki heldur. Ekki sens. Ekki heldur. Ég mjög ána með að Will Ferrell hafi verið í þessu hlutverki, sko.
en já, bara gaman að vita já, þetta var mjög áhugavert já, það var upprunalega, þú veist, upprunalega var þetta að skrifa þannig með hann í huga og svo bara breyttist það mér finnst það bara, ég sé ekki fyrir mér Jim Carrey í þessu sko nei, ég reyndur, gera það bara ekki heldur en þú veist hann of svona, hann of yfirvegar já, hann of en Jim Carrey alltaf æstur gæir, skilur já ég sé það bara enga veginn fyrir mér og svona, hann svona facial expression svona, þú veist, hvernig hann leikur svo mikið með vöðvum andlitsins, Jim Carrey að það hefur verið svona of mikið ég veit ekki, því að Will Ferrell pínu barnalegur á sama tíma og hann fullorðinn þannig að það það sem einhvern veginn made it a perfect match ángríns, nei sko, líka hann verið ennþá barnalegri þegar Felix verið að tala fyrir hann á íslensku sko það svo fyndið það heitir Felix gæi, þetta sami gæi um tala fyrir Vitta og eitthvað þetta svo fyndið sko ógeðslega fyndið svo annað að manstu þegar hann með, ég veit ekki hvað dót heitir á íslensku, en það heitir Jack in the Box og þú snýrð svona og gerir dúr. Svona trúður, svona inn í boxi. Já. Þess að það sem sagt atrið, þar sem að hann að hann bara í alvörunni, eða ekki? Jú, veist, hann var í myndinni var hann settur í hlutverki að pröfa að tjekka hvort þau virkuðu. Já. Bara virkaður ekki örugglega. Og það var einn síðast eitthvað sem var með svona var fjarstýrður. Þannig að einhver á bak myndavélirnar var þú veist með þetta og beið og vissi, þú veist, þannig að hann basically vissi ekki hvernig það myndi koma og var svona haldið að það væri bilað bara í alvörunni þá íttu við, þannig að þú veist hvernig hann brást við var bara alvöru Will Ferrell að bregðast við síðasta það svo fyndið og svo Akkur vissi ég þetta? Ég veit Akkur var bara að heyra þetta, váka það að grilla kannski voru kynntir það einhvern tímann það mjög fyndið að vita þetta þetta á þess að researcha svo var líka að með þeir voru að taka upp myndina að þá stoppaði Will Ferrell oftar en einu sinni umferðina úti bara út af því að hann var klæddur svona og út af því að hann var svona klæddur svona og fólk náttúrulega bara þú veist það var svo auðvelt að spotta hann og fólk veppur líka bara athyglisbrest og fór bara að horfa bara hvað fullar maður að gera grænum sokkabuxum og eða fyrst gulum sokkabuxum og grænum jakka og eitthvað hann þekkti þessi búningur ekki sem elfbúningur nei, enginn vissi hvað það var og þetta líka potið tekið upp ekki í desember sko þannig að allir voru bara og meiri segja var hann þess valdi að þú veist það voru nokkur umferðarslys oh my god brútal ekkert alvarlegt samt þú veist dóingin eða neitt þannig bara eitthvað svona aftanárkersla eða eitthvað en þú veist það bara fyndið fært ekki fyndið en fyndið you know what I mean svo síðast sem ég tók að Will Ferrell sem sagt einu sinni vann hann sem svona verslunarmiðstöð jólasveinn. Nei, jú. Í alvörunni? Ha? Bara þú veist áður hann fór að leika og svona. Vá, hvað það fyndið. Þannig að hann kann þetta. Hann kann þetta. Þess að fekk hann þetta yfir Jim Carrey og ántjóks, hann með betri ferilskrá. Ángríns. Þannig að hann vanur svona einmitt í þessum jólabusiness. Félast. En hann, var sérst að vinna sem svona mall Santa. Já, vá, hvað það fyndið. Hann fór að leika. Báka ég hefði verið til að sjá hann þar. Ég líka, vá. Örgulega mjög ungur. Örgulega. Þannig hann bara sama aldri í öllum bíómyndum. Sko, hann klón. Já, hann klón. Það hlýtur að vera. Það til svona 5 hann. Án jokes. Og alltaf að leika. Hvernig hann ekki búin að elda síðan Step Brothers? Ángríns. Og pælir í því. Og svo var Júrasson myndin núna. Já, hann alveg eins. Hann lítur alveg eins út. What the fuck? Ok. Hann klón. Klón. Ok, já. En þetta var, Þannig að þessar staðarendir sem ég, skemmtilegar, sturlaðar staðarendir sem ég var með bíómyndina Elf. Ángríns geggjað. Gaman að vita, sko. Já. Ok, ég var að fara í mynd nummer 2. Ok. Hvað skræði þú? How the Grinch Stole Christmas. Ég skræði nákvæmlega sama því ég veit að til nokkrar gerðar þessa bíómynd. En ég skræði með How the Grinch Stole Christmas. Ég skræði það nákvæmlega. En þetta svo góð mynd, sko. Þannig erum við Jim Carrey. Þarna höfum við Jim Carrey. Já, hann passaði þarna fullkomlega. Ákvæmlega. Og þarna hef ég ógeðslega gaman á honum. Af því hann passa svo vel. Þarna má hann líka vera eins yktur. Og honum sýnist, bara algjörlega. Samla. Þetta sem sagt mynd, ef þú ættir að lýsa svona eins og gera með Elf, hvernig myndir þú varst með góða lýsingu Elf. Það? Já, þú væri góður svona bíómyndalýsari. Já, náttúrulega elskar bíómyndir. En ég veit ekki, Grinch, hann kom líka svona smá munaðarleysingi, hann vildi hann bara enginn. Já. Og honum hent upp í fjall, hann fer bara upp í fjöllina því að
hann var öðru í sinna allir aðra, hann grænn en allir hinir eru bara venjulegir, hann svona loðinn og grænn og allir fannst hann svo creepy þannig að hann fer upp í fjall og vill aldrei tala við neitt aftur og hann hataði sérstaklega jólin út af því að gerðist eitthvað á jólunum eitthvað svona aðal hvort það hafi ekki verið eitthvað svona fjölskyldu já, hann var að gera hana var hann ekki eitthvað svona peysu og eitthvað var að gera grína hann í skólanum hann gerði ekki að fínt svona jólaskraut eitthvað með hann krakki oh my god og já, svo fyrir hann og hann allar að þá einn daginn að eyðileggja jólin og tekur allt jólaskrauti á bænum þetta er svo góð mynd þetta er góð mynd sko og þau búa allan í Whoville já, Whoville og eru öll svona öðruvísi svona, en ógeðslega skemmtilegt og svo eftir, þú veist, þessi mynd hefur eins og við tölum verið gerð í nokkrum svona útfærslum þannig að til svona 3D teiknumynd svo ég langar að sjá hana, hefur séð hana? Ég hef ekki séð hana 2018? Nei, já, hann er Dr. Seuss ég hef ekki séð hana ég held að hann Benedict Cumberbatch hættu sem að lesa inn á hann ég elska Benedict Cumberbatch við þurfum að horfa hana já, við þurfum að horfa hana yes vákaði til að ég líka með staðreyndir þessa mynd ok, tell me ég var bara með þess að tvær myndir sem staðreyndir sko en aftur varðandi hverjir hefðu átt að leika Grinch þá voru 2 mjög stórleikarar sem að fóru í pröfur fyrir þetta hlutverk og það var Jack Nicholson og Eddie Murphy sem reyndu að fá hlutverki sem The Grinch þeir eru báðir svona mjög góðir í þetta myndi ég halda já þeir eru báðir svona yktir já ég hugsa ef að Jack hefði leikið Grinch það hefði verið svona grimmur já það ekki jú og Eddie hefði gert hann meira fyndin já ég held að Jim sé bara perfectly milli ég er alveg ánað með leikaravalið þar sko ég líka að því ég fattaði ekkert þegar ég var yngri að þetta væri Jim Carrey ég heldur, þetta var bara loðin gæi sko. og þú sér sko, þetta lítur ekkert út eins og Jim Carrey nei, ekki neitt en talandi það tók þau í fyrsta skipti sem málingi var sett á hann í fyrsta skipti þá tók það 8,5 klukkutíma vá, bara heilt vinnudagur shit eftir að búin að ná þessu í fyrsta skipti þá tók þetta bara 3 tíma á hvernig einasta setti já, náttúrulega alltaf fullkomna bara nei, þetta var svona shit. En samt skilur, þú veist þetta tók 8,5 tíma. Örgulega líka bara allir skilur því að það er allir með svona öðru í sér nef og okkar svona þú veist það tók örgulega langa tíma að mála alla já, pottet. Af því að þú veist það er everyone eru með svona já, af því að húilar eru svona öðruvísi já. Já. Það er örgulega geggjað að vera á make-up setinu Það er örgulega geðveikt gaman en já, þú veist annars tók þetta bara 3 tíma á hverjum setti eftir það og þau þurftu að gera það yfir 100 sinnum wow shit, greið húðin já, fyrir utan það foreskin en greið líka Jim Carrey því að hann lýsti þessu hann sagði að vera í þessum búning og með alltaf svona gerfi þú veist putta og limi og svona hann sagði að þetta væri bókstaflega eins og vera grafin lifandi einhvern einasta dag oh my god hann sagði að það var tilfinning og að því hann leið svo illa, veist, hann fór til leikstjóran sem var bara, heyrðu, ég get ekki tekið þetta hlutverk bara ég get þetta ekki, ég er bara að deyja þá voru þau bara, ok, shit, hvað get ég gert hvað, þú veist, við verðum að halda Jim Carrey, skilu það er of seint að fara að skipta núna og ný leikari þarf að læra handritið og allt þetta hvað er að gera? Heyrðu, þau fengum mann sem hefur verið að vinna fyrir CIA í Bandaríkjunum sem að, kennir sem sagt CIA starfsmönnum hvernig þeir eiga að þola pyntingar oh my god þannig að ef þeir lendi einhvern veginn í pyntingum eða þú veist, í stríði eitthvað þannig eru teknir frelsisviftir og pyntaðir að þá er víst ákveðin tækni sem getur nota til þess að þola pyntingar þetta er bara eitthvað sem hann þurfti að læra til þess að vera the Grinch já oh my god þetta er ekki svakalegt það var rosalegt ég var bara að hlusta, hann var að segja frá þessu í viðtala Jim Carrey, ég var bara oh my god að læra pyntingar er bara basically svo að vera pyntaður sko já en sko þú veist það er eitt að læra pyntingar læra að þola pyntingar það er eins og að vera pyntaður já shit og þau varum að spurða hann eitthvað þú veist hvað var eitt af þessum taktíkum og hann sagði þú veist að reykja þá ef hann var að reykja sígarettur þá þú veist gastu gleymt óþændum í öðru já hann að Jim Carrey fór að reykja og setti til þess að bara þú veist einhvern veginn vera með huganum þú veist svona dreifa huganum í eitthvað annað svo sé ekki bara eitthvað bíða í búningnum eða það er eitthvað já, oh my god
það svakalegt. Leiðilegt að heyra þetta. Umlegt. En þú veist, það gerir þessa mynd samt bara, þú veist, einhvern veginn en þá merkilegri fyrir vikið, skilur að því að þú veist, hann svo góður með að hann sé þarna, þú veist, að maður sér það ekki á honum. Nei, nákvæmlega. Bara ekki neitt. En hérna, já, svo líka talandi þú veist, þau öll sem búa í Whoville, þau þurftu öll að fara í Who-school. Nei, jú. Til að læra hvernig þau hegða sér og eitthvað. Læra hvernig þau hegða sér og bara hvernig þau að labba og þú veist, ganga með bara svona í gegnum koreografík. Já, og mega sens, sko. Já. Bókaði að finna. Já, ég var til að fara í Who-school. Já, það var ekki hægt. Og svo líka bara skemmtilegt að hérna, sem sagt, Cindy Lou Who, sem litla stelpan, leikinn af Taylor Momsen, sem leikur síðan Jenny Humphreys í Gossip Girl. Já. Svo krúttleg. Svo sæt. Hún sem ekki dúrla. Hún aðal leikunan. Hún svona eitthvað 9 ára eða eitthvað. Já. Svo krúttleg. Hún svo sæt. Svo náttúrulega bara algjör fangin skvís í Gossip Girl. Já. Algjör rebelan í lokin. Já, fyrir það. En hérna... en algjör, þú veist, algjör dúrla. Bara gaman, þú veist, að ég man þegar ég fatt, ég var búin að horfa á Gossip Girl. Já. Þú veist, þegar ég fatta síðan einhver ex-jólin, ég bara býtu, wow. Það sem fyndi líka því hún svo lík sér. Það málið, því maður var alveg bara, bákum ég kannast við hana, þótt hún sé með skrítið nef og að því hún þarna Whoville og eitthvað þannig. Ég ekki að segja, hún sé með skrítið nef. Nei. En maður samt, veist, maður var samt alveg bara, bákum ég kannast við hana, fer á IMDb og tjekkar. Þá maður bara, what? Já, það bara, þú veist, þú veist, það engin krakki sem jafnvel líku sér og hún, nema með Macaulay Culkin líka. Jokes. En þetta voru staðreyndir mínar Grinch. Love that. Okay. Hvað er mynd nummer 3 hjá þér? Mynd nummer 3, ég veit ekki hvort það muni vera með það sama. Nei. The Holiday. Það næstu mér líka. Já. Hættu. Ég elska hana. Í alvörunni? Hættu. Þetta með sama listan. Ég var alveg svona, þetta var róvæmi fyrir svona við. Nei, ég elska hana. Ok, geðvikt. Ég nefnilega byrjaði ekkert að fíla rom-coms fyrir nokkrum árum, 2-3 árum eða eitthvað. Ok, ég var eiginlega alveg sem að ekki hafa hana. Hún svo æði. Já, hún geggjuð. Nei, hvað heitir hún? Cameron Diaz og Jude Law og Kate Winslet og geggjuð. Er það ekki Kate Winslet í henni? Jú, heitir hún ekki það. Titanic-kjallan. En hún snýst það að það eru 2 gælur. Jú, Kate Winslet, það er rétt nafn. 2 gælur, sem sagt Cameron Diaz og Kate Winslet. Kate hún býr í Englandi, eða ekki? Er þetta ekki Englandi? Jú, ég held að, jú. Hún býr í Englandi og Cameron Diaz býr í LA. Og skiptum hús. Já, það skiptum hús. Það fara á svona einhver síðu þar sem að þú getur bara skiptum hús yfir jólin. Sem til? Já, þetta til. Já, þetta er bara svona home swap. Útla sniðut. Sjúklega sniðut. Og það gerir þetta yfir jólina þegar nenni bara ekki, það langar bara breytum líf. Og hún fer til LA og hún fer til Englands í eitthvað svona pínkulítið hús. Hún fer úr eitthvað villu, eitthvað pínkulítið hús í snjónum, eitthvað sveita, eitthvað. Á meðan einmitt, þú veist, Kate fer í eitthvað geggja villu, bara eitthvað svona kanníka gardínunar og bara, what the fuck? Bara gardínunar opnast á sjálfu sig klukkan 8 og bara eitthvað ruggla hús, sko. Bílun. Og hún verður ástfangin af bróður hennar hinum megin í Englandi og svo bara endaður að það skipta alveg eitthvað, ég man ekki hvernig endaði. Þetta er bara svona þau hitta báðar bara svona lokal gæja og er bara, oh my god, ég verður bara búið hér. Já, þetta er svona bara einn besta rom-com sem ég veit, sko. Og það er svo umlegt að hún sé í jólabúning af því maður bara, maður langar að horfa hana oft. En það gerir hana líka svo skemmtilega því maður er bara að horfa hana jólin. Ég veit það. Getur maður alltaf að horfa hana aftur. Það er engin eitthvað rom-com sem ég horfa á eins oft, skilur. Nei, það er alveg rétt. Maður pælir í því. Það er alveg rétt. Þetta er eins og myndin New Year's Eve, hefur þú séð hana? Já, hún er geggjuð. Já, hún er geggjuð. Ég horfa alltaf á hana á aðfangadag, bara svona ef ég er að mála mig og gera mig til. Nei, áramótunum. Já, á gamlársdag. Hún er geggjuð. Já, græja mig til, þá er hún alltaf í gangi. Ángríns. Ég myndi ekki horfa neina rom-com svona oft. Nei. Settum degi einu sinni ári. Þetta er bara svona þema. Þetta er svona timeless. Það er svona, við elskum jólin. Já. Maður fær að horfa á þessar myndir aftur og aftur. Já. Svona ástæða til. Vá, hvað fyndi, ég bjóst ekki við því að þú erum með Holiday og með 3 líka. Ég sko, næsta mynd, hún líka rom-com, sko. Ok, ég er ekki með næsta mynd rom-com. Ekki? Næsta með 4 Christmases, nei. Nei, með Love Actually. Já, það er mjög góð mynd. Hún er svona svipuð og, hvað varst að segja eftir? New Year's Eve. Já.
svona margar sögur, allir tengjast einhvern veginn. Hún ógeðslega skemmtileg. Það er svo gaman eitthvað. Já, það er ógeðslega skemmtileg. Mér finnst hún æði. Hún er ógeðslega skemmtileg. Ég sett hana ekki á top 5 listan. Nei. En hún hefði verið númer 6. Já. 100%. Hún er góð, sko. Eða hún deilir eiginlega 5. sæti. Já. Það er svona. Hver er númer 3 þér? Nei, 4 þér? A Christmas Carol. Oh my god, elska. Með Jim Carrey. Með Jim Carrey. Jú, ég ætti að segja það. Það er svona million Christmas Carol. Það er það nefnilega. Og það eru bestu myndirnar. Mér finnst það líka. Ég elska þetta. Mér finnst líka, að því þetta er svo mikið jólavæp, þetta er svo óþægilega góða myndir. Ég veit það. Man líður smá illa en samt líður man er svona, what, fattar það mig? Einmitt, þetta er sko Christmas Carol 2009. Já. Man þætti líka Muppet Christmas Carol. Nei. Með þess Kermit the Frog og Nei, man ekki því. Ég hef ekki hört það. Erum við ekki örugglega að tala um það sama? Jú, hann heitir... Já, Krúg, nei, hvað heitir hann? Scrooge. Já, Scrooge eitthvað. Scrooged. Hann Scrooge. Þetta er 2009 með... Ég er að tala um hana með Jim Carrey. Ok, ég man ekki hvort ég potsi hana. Þú hefur séð hana, sko. Ég allar útgáfunar af Christmas Carol. Þetta er svona leikna slags einhvern veginn smá teiknuð. Það er líka til bara original mynd sem heitir Scrooge. Já. Hún á að vera mjög góð líka. Þetta er bara allt frá, þú veist, Charles Dickens sögunni. Og þessi mynd fjallar þunglenda mann, smá svona suicidal sem er bara einn og er ekki með neinum jólin og svo kemur svona Christmas spirits og er að sýna honum, skilur, bara svona meaning of life eitthvað og alla fjölskylduna. Það er svo góð myndir. Þetta er svo góð mynd, sko. Í þessari mynd þá átt hann samt frenda, lítinn frenda sem kemur og spyrir eitthvað, viltu vera hjá okkur jólina? Bara nei. Já, það gerist í öllum myndunum, sko. Hann er á fjölskylduna, hann er bara nei. Já, en heldur að enginn vilji vera með sér að því hann er svo leiðilegur. Og út af þessu, þú veist, út af bara, þú veist, hvað hann er, þá hittir hann 3 aðalpersonur. Það er, þú veist, Christmas present, Christmas past og Christmas future. Og þetta er svona er jólin núna. Það getur verið svona, eða svona. Og svo fara í fortíðina, svona er jólin þú varst ungur, bla bla bla. Og svo framtíðin, þá er hann okkur bara svona, það er enginn fram að jarða fyrir næna. Nei, að því vill ekki hitta neina. Þetta er svo, bara, þið verðið að horfa á þessu mynd. Þið verðið að horfa á þessu mynd. Eða ekki sé hana bara, Muppet útgáðan líka geggju, þetta er svona mjög mikið svona flashback, back in the svona childhood days. En ég ætla að horfa á Jim Carrey næst. Ég held að það sé mjög langt síðan að sé hana. Hún er ógeðslega skemmtileg. Og hann leikur, sko, ég held ég sé að fara með rétt mála, hann leikur alla karakterina. Já, ok. Þú veist, hann er líka Christmas past, future. Já. Bara í öðru sér búning þá. Já, bara allt, eins og áður þá hann óþekkilegur. Einmitt. Hann hann er mjög góður í því hlutverki líka. En 4 hjá þér var Love Actually, já. Já, við erum komin í rom-com listaminn, skilur við. Ok. Þannig að Love Actually er þar hjá mér. En þessi mynd var hjá mér nema Muppet útgáfan á Flashback. Ok. Faith. Herðu nú mig. Getur verið að fá SMS hérna. Nei. En næsta á rom-com listanum hjá mér var Four Christmases. Hún er númer 5 hjá mér, já. Að því að hún, og ég myndi segja, þú veist, ef ég var bara að gera top 5 bara sama kategóri hvað sem er, að þá er númer 5 Four Christmases og Love Actually að það vera að deila þeim lista. Já, það eru ógeðslega góðar. Four Christmases er geggjuð líka. Það er par sem að vill eiginlega ekkert hefur að heimsækja hata jólin, vill ekkert vera að heimsækja fjölskyldunar endaði að fara og heimsækja ætla að fara til Bali eitthvað og segja, herðu, við erum að fara góðgerðarsamtök, við getum ekki komið jólin allir fjölskyldunir eru skilnir og þannig þannig að þú veist, 2 þarna minn, 2 þarna minn, geð mikið vesen eitthvað, já svo er fluginu afbókað, manstu og þau komast ekki og eru bara, fuck þetta er svona neyðast til að fara að kíkja fjölskyldur og líka bara Jennifer Aniston í öllu sem hún gerir. Þetta er Reese Witherspoon. Þetta er Reese Witherspoon, oh my god. Ég var að hugsa andlitið að Reese Witherspoon segja vitlisnafn. Já, þetta er Reese Witherspoon og hana Vince, hvað já, sem að leikur á móti Jennifer Aniston í Break-Up. Já. Gæinn úr Dodgeball. Já. Ég tenk hann ekki með Dodgeball. Já. En mér finnst hann ógeðslega leiðilegur leikari en samt hef ég gaman á hann. Það er eitthvað svona, ég á svona love-hate samband við hann. Já, og þessi leikari, en samt svona, það er þannig alltaf típan sem er í fílu. Típan, já. Þannig er alltaf fílu típan, eða karakterin sem leikur alltaf svona eitthvað í fílu. Já. En samt er hann geð skemmtilegu leikari. Hann er alltaf í grínmyndum, samt er hann alltaf í fílu. Meikar ekki sens, en samt fílan, samt þólega hann ekki, skilu, skriði.
En Four Christmases var hérna hjá mér, sko. Já, þetta farin svo að hitta allar fjölskyldunar. Já. Þess vegna Four Christmases. Ég líka tengjulega því að, þú veist, fjölskyldur mín svona... Splittuð. Já, ég skilnaði barn, við erum skilnaði barn. Og hann að, þú veist, þetta alveg svona gett mikið og hér og þar og... Vá, hvað við tengjum við það. Já. En það er kannski okkur við bondum við þessa mynd. Já, það eru glæða. Love that, sko. En þú væri samt... Ég veit ekki, væri þú manneska sem gæti bara beila á jólun og fara til Bali? Ég gæti alveg fara út til Bali á jólun. Ég nefnilega líka, sko. Eins mikið ég elska jólin. Það er ótrúlega sagt, don't get me wrong, ég elska jólun og allt það. Ég gæti alveg skippa þeim samt, sko. Ég þyrfti bara að vera komin í það hugafar. Já. Ég þyrfti bara að ákveða bara eitthvað, hei, er ekki jól? Af því að einhvern veginn maður kemur sér í jólagýrin til þess að láta sér líða betur einhvern veginn að sér svona leiðilegt úti og eitthvað. Þetta er bara state of mind. Þetta er bara það. Þú ert ekki, ef þú ert ekki í jólabad, þá ertu bara, þú veist, þá ertu ekki að leggja þig fram í að líða betur. Fattar mig? En svo er alveg sömur sem er það mikil jólabad að þau geti aldrei gert þetta. Já, já. En við hittum bara svona the medium point, skilur, við bara náðum bara. Já. Þú veist, ég myndi alltaf koma heim í jólinni, byggja ykkur þar úti, en ég myndi samt líka alltaf bóka mér eitthvað ferð út ef þú veist, fjölskyldan væri að fara eða eitthvað, skilur, ég geti alveg, sko. Ég beilaði bara sem ég á jólinni fyrra, sko, og var bara úti í Boston og hérna... En þú hélst samt alveg upp á smá jól, eða ekki? Jú, þú veist, ég fekk fjölskylduna út til mín, þú veist, jú, við heldum alveg upp á jól, en ég hefði alveg íslega geta komið heim. Ég bara ákvað bara svona, why? En maður getur samt alltaf, maður alltaf með aðfangadag, skilur, þó sért annars staðar. Nákvæmlega. Þú veist, ef ég væri út á Bali, þá myndi ég bara... Myndi bara halda upp á þann hátt, skilur. Já, og það er bara gaman að því að þú hefur 1.000.000 ár til þess að gera aftur hitt, skilur, og þú búin að gera 1.000.000 sinnum. Þess vegna skil ég ekki sumar sem eru bara svona geðvitt bara ég myndi aldrei fara heim og það bara svona, myndir ég aldrei vilja pröfa hennar dag ekstra næstar. Þetta er bara 1 ár sem við kannski pröfum að skilur. Það er bara gaman að pröfa. Það er bara gaman. Og það bara, ef þú fílar ekki, þá fílar það ekki. Nákvæmlega. Þannig að ég verið nokkuð með áramótin úti. Mér finnst það fínt. Ég fíla það. Ég fíla ekki svona sprengjulæti, mér finnst það ekki eitthvað geggjað, skilur. To be completely honest, það er bara drullu saman áramótin, sko. Same. En þú veist gaman að það er partí, skilur. Ég elskar góð partí. Mér líka, og þú veist, ég hef gaman af þess að ef ég er á landinu, en mér verið alveg sama ef ég var að gera eitthvað annað og ég myndi gleyma að vera, þú veist. Sama hér. Það þarf ekki þessa flugvelda, þessa íslensku stemmingu fyrir mér. Nei, eins og í fyrra þá var ég á Flórida. Já. Æði, bara horfa á flugvelda á ströndinni. Geðveikt. Já, geðveikt. Bensaðarstað ömurlegt. Hann bara aldrei aftur úti á áramótin. Af hverju ekki? Hann vantaði bara svona stemminguna. Já, hann vantaði bara svona íslensku flugvelda. Og ég var bara með krampaðin bara, flugveldan er næs. Við vorum með mitt. Svo er bara farin að sofa klukkan 12:30 eða eitthvað. Nákvæmlega. Ég og Gunni vorum með mitt, þú veist, úti bara 2 saman í Boston, hérna áramótin síðustu, og það var bara svona, þetta var gett líka, það sem ég finnst þægilegt, er bara svona gett mikið, við stjórnum í bara hvað við gerum, skilju. Við fórum að borða klukkan svona 10 á þeirra tíma, á Boston tíma, og þá var í rauninni skaupið á Ria P að borða klukkan 10. Tjóks. Fórum bara ekki að seint út að borða, fórum ekki að lengi í drikkjum, bara 2. Tókum bara leigubílnir í bæja sem áttu að vera eitthvað smá flugveldasýning, sáum það, fórum svona heim og fórum bara að spila á móti hvort þann, við vorum bara 2. Bara gett næs, en fyrir mér það þurfti ekkert eitthvað, allir saman, 3, 2, 1 og kissa allavega eitthvað svona, thank God. Já, breytt með engu. Mér er alveg sama hvar ég er áramótin, sko. Það er bara hvert einasta ári, bara, I couldn't care less. Bara, who wants me? Basically. Geð mér bara nýttstækina minna, það eru góð. Jokes. Hvernig fórum við áramótin? Ég veit ekki. Búin af desember. Shit. Það kemur áramóta þáttur, við verum bara að hætta þessu. Já, true. Á gamlás. Við verum bara búið með það umræfni. Shit. Nei, herði. Númer 4 í romcom. Ok. Þetta er ekki númer 4 svona all time hjá mér, skilur, en ég ætla bara að klára romcom listan. Just Friends. Það er náttúrulega gleymist, hún er talin jólamynd. Hún er jólamynd, sko. Það er geðveik mynd. Elskana. Ryan Reynolds er chubby, verður bara skinny. Já, típist eitthvað, já, var eitthvað voða skotin í bestu vinkonu sinni, en hún vildi hann ekki. Verður svo okkur voða playboy, kemur tilbaka. Er svona sami lúðin. Algjör lúser. Eins og hann var. Að reyna að ná gælinn aftur og þetta er geggjumynd. Þetta er geðveik mynd. Þetta gerist alltaf jólin. Ég lærði í þessari bíómynd að árpappi mætti ekki fara í örbyggjum. Já, það? Já. Þú kveikt hann í flugvélinni. Vá, það er þetta mjög góða punktur. Já, takk. Kannski lærði ég það líka.
ándurs, ég hefði ekki haft hugmynd, sko. Nei. Ég var bara, what? Að því álpapír má fara inn í opn. Já. It blows my mind. Nei, bara síðan ég heyrði að mátti ekki fara inn í örbylgju, þá þori ég ekki eins inn í opn, sko. Nei, ég alveg á sömu blaðsíðu, sko, en svo ef ég svona einstakar sem gert það, eða þurft að gera það hefur gert heima og ég alltaf bara, Ég ætla bara, ef ég gera það, þá bara horfður út opnum bara, að fara að kvinna í þessu. Já, ég hugsa alltaf þetta atrið, bara svona flugvélina. Einmitt. Mér finnst líka bara alltaf þegar maður taka úr ofninum, sama hvað ég að taka úr ofninum, þá má ég setja það á spannið. Já, ándjóks. Ég veit það aldrei, og það má alltaf, skilur. Ég hugsa þetta, bara heimar ég bara, má það? Það tekur alveg svona sekundabrót og ert svona eitthvað, já, alltaf. Já. En já, ég, svona, Just Friends meira bara bíómynd, sko, þetta kennslubók. Já, ángríns, maður lærir mikið. Ándjóks. Maður lærir að þó að maður komist í eitthvað betra form, þá er maður alltaf bara saman í lúðina innan, sko. Já, ég var að tala að læra álpapír. Ég veit að ég er að tala líka. Já, líka það. Já, útlitið ekkert að breyta persónuleikanum einum. Þú veist, útlitið skiptir ekki máli, basically. Nei, bara embrace your own personality. True. En það geggjumynd. Og ég mæli mig að horfa hún í jólum. Þegar maður heldur kannski, maður svona, hvenær er ég að horfa Just Friends? Ég sko bara að skrifa þetta niður núna, því Ég skal senda það listan minn. Já, við skulum líka deila listanum okkar með ykkur á Instagram. Já, ekki. Það geðveikt. Ég held að ég myndi alveg vilja, að einhver myndi búið til lista fyrir mig, sko. Ég er mjög fegin að ég gerði þennan lista, sko. Þetta bara eiginlega líka allt myndir sem ég þarf bara núna að klára í Dispers. Ég ætla að horfa allar þessar myndir, sko. Ég líka. En ok. Ég vil líka bara, ég ætla að skjóta þetta inn í. Talandi Elf. Sko, ég á eftir að horfa á hana með Birnibla í litlafrændum mínum. Horfa hana íslensku með honum. Já, en pældu í því að vera manneska sem aldrei sé Elf. Pældi ég ef hann finnst hann leiðileg. Það getur ekki verið. Ég er mjög rædd Nei, hann er ekki þannig babb. Nei, sko, þegar hann fæsir spagettíð með sírópinu. Gríns. Baby minn verður bara, Lilli eldaði morgumat. Já. Nesti. En hefur það ekki spagettíð í póka, siplópoka, ristur og nesti. En hefur þið ekki alltaf langað að gera það? Langað að smakka þetta? Herru, við erum Sunniva. Það getur meira til? Jú, en eru að fara að gera aukaefni? Oh my god, búum til spagettíð hans Lilla. Já. Og getur að skrifa þetta niður. Við erum að fara að gera það, við erum bara að sitja á YouTube. Búið til spagettíð hans Lilla. Og svo ætla ég, ég segi þetta líka alltaf, ég er að kvóta Elf á íslensku of mikið, því að ef þið hefur ekki séð hann íslensku, þá er það að fara að gera það. Þið verðið að gera það. Alltaf þegar ykkur spyrir mig, hvernig sástu? Bara vel, ég rúmar 40 mínútur. Þá getur smíða rugguhest. Nei, sko, það er óþolandi að horfa á þessu mynd með mér. Ég kann hana utan það. Viltu ekki vera með okkur Bubba og horfa á hana? Jú, please. Andjóks. Þannig er enginn að horfa á hana með mér. Shit, ok, við þurfum að fá Birnibla lánaðan og bara taka hann svo í viðtal eftir á. Við erum bara, hvernig fannst þér þessi bíómynd? Besta mynd sem þú er bara séð. Bara nú er þú að vera 30 ára. Þú er aldrei séð þessa mynd. Sem er bara glóðlust. Hann skilur alla brandarana, sko. Ég ætla að vera bara, horfa á hann bara, var því fyrir þið? Akkur því ég hlæði, skildur þetta, skóðu baka. Já. Fyndi. En talandi Elf, ok, þetta bara skjóta inn í þess að sögu. Veistu, að því við tala álfa bara. Það er hefð út í Bandaríkjunum alltaf Elf on the Shelf. Já. Hefur séð það? Já. Það er svona lítið kall. Veistu hvað sagan er á baka það? Það er eitthvað svona trickster, nei, ég veit ekki alveg náðu mikið. Já. Það er basically þannig, þetta er álfur sem slapp frá jólasynunum eða eitthvað þannig og hann er alltaf að gera prakkarastrygg og þannig að þú átt basically sem krakki að vera spenntur að fara að sofa og sjá hvað hann gerði næsta dag. Já. Þannig að það er svona... Mér finnst það mjög skemmtilegt koncept. Ógeðslega skemmtilegt. Það er bara búin að sulla niður kaffibaununum eða lita á veggina eða gera eitthvað svona alls konar og vera að sýna hvað má ekki gera. Þetta er svolítið svona eins og íslenska koncepti með að fá í skóin en vera óþekkur, já, en þetta er bara svona eitthvað gaman til þess að vakna alla mótna og verður ekki fá að gefa eitthvað þannig en ég gaf sér satt Birni í fyrra í jólagjöf Elf on the Shelf þannig að núna í ár er Hildur að gera þetta og hún er að setja hann í alls konar stöður og hann vaknar á mótnana og er að finna hann og í morgun var fyrsta skipti sem hann vaknaði og þurfti að fara að finna hvað kallaði hann? Þurfum eitthvað nafn fyrir hann Lolli Gat hann ekki bara skýrt hann Lilli? Ándjóks, ég held að það sé Lolli þá var hann Lolli búið þá satt Lolli og þeir líti allt út eins og sé ekki svona suspicious
Já, ok. Svona brosandi. Já, þeir eru búin að gera eitthvað af sér. Já, búin að gera eitthvað af sér. Hann sat með svo rauðan túspuna og var búin að teikna á bananana í eldhúsi. Og svo kom Birnir fram og var svona fyrst og svona smá hræddur. Og svo var hann alveg bara, býttu? Bara skildi ekkert bara hvað er múin að gera? Og svo hljópa hann inn í herbyggju og bara, pabbi Lolli teikna bananana. Ekki trúða. Þannig að ég veit að þegar ég eignast krakka, eða þegar krakkinn skilur eitthvað, þegar krakkinn kemur, sko, það er eins og talar sem sérst ekki ólétt. Já, ég veit þetta hljómaði geðskriti. Einn daginn þegar ég eignast barn. Bara til nokkra mánuði. Já, en þegar barnið mitt fara að skilja, svona eins og á kannski hans aldri, þá haldi ég þetta sé alveg hefði sem ég myndi bygga upp. Já, allan daginn. Mér finnst það geðskemmtilegt. Líka geðskemmtilegt að bara brainstorma hvað hún að gera nótt og eitthvað þannig. Og Kourtney Kardashian gerir þetta hvernig ára. Já. Og hún er alltaf að setja í Instagram story. Það er geðs gaman. Nú getum við fylgst með henni í desember. Elf on the shelf of the day. Elf on the shelf. Mér finnst það skemmtilegt koncept, sko. Eða ekki? Heyrðu okkur áfram gakk með þessar bíómyndir. Heyrðu, Home Alone, má ekki gleyma Home Alone. Má ekki gleyma. Ég var að horfa daginn. Það? Já. Það er bara svo langt síðan ég sé það, sko. Það fyrsta jólamyndi sem ég er búin að horfa á. Hún er svo skemmtileg, sko. Sétt ég að horfa hana. Mæl með henni. Ég horfði á ömurlega jólabíómynd. Eru að fara að tala um hvað Netflix jólamyndir eru lélegar? Hvað eru fáránlegar? Jesus Christ. Sorry, en þær eru ömurlegar. Það er ekki hægt að gera heldur góða nýja jólabíómynd. Nei. Ég er farin að efast það. Ég hef ekki séð bara í mörg ár. Nei. Hvað ætli síðast að sé? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Þú veist það, einu svona nýju sem ég er með á listanum mínum eru svona grínmyndir, sko. Jólagrínmyndir. En engin góð rom-com, engin svona elf grinsvæp, skilurðu. Og líka, sko, Netflix er að reyna mikið með rom-comið. Það er bara ekki að fucking ganga. Máttur. Horfður á myndina með Vanessa Hudgens, eða? Nei, ég fór ekki einu í þann pakka. Nei, þetta var í gangi og setti þetta ykkur í gang og var fyrir fram í 2 sekúndur. Ég var bara, hvað í fjandanum er ég að horfa á? Ég horfði á eitthvað bíómynd sem var eitthvað konu sem mann við það skreita fyrir jólin. Svo var eitthvað gæði sem hataði jólin, fekk hann til skreita, hvað heldur þau gæst? Hann elskar jólin. Já, þau eru ástfangin og alltaf gæstaði. Þetta var svo fyrirsjálegt og leiðilegt frá byrjun. Svo var bara leiðilega leikarar. Og þetta var líka bara, ég horfði á þetta, ég var bara, Gunni fekk að velja bíómynd og ég var bara, hefurðu séð eitthvað jafn lélega leikið á æviðinni? Og ég er ekki manneski sem kann að dæma til hvort að leikarar séu góðir eða ekki, en þegar þeir eru svona obviously lélegir, að maður er bara eitthvað svona, er ég eina sem sér að, þú veist, þegar maður er bara eitthvað að cringe alla myndina, skilur við. Já, það er bara basically þannig. Það er svo pirrandi og Netflix er bara, sorry, ég díska Netflix, en hættiði að gera jólamyndir. Stoppiði. Andjóks. Þetta heit eitthvað, ég verið að finna hvað þessi umulega bíómynd heitir. Svo að fólk geti bara ekki hort á það. En allan þessi mynd með Vanessa Hudgens heitir Princess Swap eða eitthvað, aldrei horfa á hana. Ég vissi það. Nei, það er ekki bara ein Vanessa Hudgens, heldur 2. Já. Eða 3 líka við. Ég held að sé ándust 3 í þessari mynd. Og svo er það komin að bara 3 bíómyndir líka. Já, þetta er nummer 2. Princess Switched Again. Já, stopp. Ógeðslegt. Bara never switch again. Ég vil ekki sjá þetta, sko. Og hvar er þessi umulega bíómynd sem ég horfði á, hún heitir eitthvað svona, ég verði að finna þetta, þú veist, bara svo að fólk geti bara alls ekki horft á þetta. Ég var alveg bara pirruð út í jólin að horfa á þetta. Nei, sko, bara ekki horfa á neina Netflix original myndir, sko. Nei, Christmas Chronicles er á Netflix og það má horfa á það. Hvað er það? Það er bara, þú veist, bara svona góð bíómynd, sko, en þú veist, það má bara... Já, ég er að tala um þessu Netflix original mynd. Já, ég veit ekki hvort að hún sé Netflix original. Ég er ekki viss. Hún er ekki á listanum mínum, hún er svona alltaf lægi. Já. En það er ekki svona hryllingur. Nei. En það er svona barnamynd. Já. En það er alltaf lægi. Þeir eru aðeins betri með barnamyndina, sko. Já. Og ég finn ekki hvað þessi umulega bíómynd heitir allan. Þetta er eitthvað svona konu sem skreitir fyrir jólin, þannig að ef það myndi byrja þannig, slöktu bara ASAP. Og settu frekar á The Nightmare Before Christmas. Er það næsta lista? Býtu, hvað er The Nightmare? Þannig að Tim Burton mynd, hún er smá svona creepy. Já! Hún er æði. Allar þessar myndir, þær eru svo góður. Ég fæ bara svona góð tilfinning að horfa. Já. En þessi er smá svona
það smá svona debate hvort það sé Halloween mynd eða Christmas mynd. Já, einmitt. En þú veist, jólasveinninn svona skeleton og þetta alveg svona creepy en samt svona jóla. Samt skemmtilegt, já. Já, elsku það. Já, það mjög góð mynd, mjög góð listi. Það sem komir, hvað næst? Næst Gremlins. Hefur séð Gremlins? Býtu. Það var allir séð Gremlins. Stundum þarf maður að það sem sagt svona litlar... Já, mástu ekki það allir áttu svona kalla? Já, þetta ekki Furby. Nei, en þú veist, þeir eru eiginlega alveg eins. Já, þetta mjög líkt Furby. Það svona, vá, hvað langt síðan ég horfði á þessa mynd. Þessi svo góð. Hún svo creepy, sko. Af því að það má ekki gefa þeim að borða eftir miðnætti og þeir með ekki vera blautir og þá þið bara geðveiklega skepnur. Þetta geggjum mynd, sko. Vá, það alltaf langt síðan ég horfði þessa. Já, alltaf langt síðan líka ég. Ég held að ég bara þorði aldrei að horfa hana því ég var svo hrædd þegar ég var horfa hana, ég var lítil. En hún geggjuð. Þetta mjög mikið svona classic. Já. Og hún jóla? Þetta gerir svona jólin. Já, alveg rétt. Þannig smá svona jóla. Ég man líka eftir, sko, ég ekki setið þetta á listan okkar, en ég ætla bara að spyrja hvort að þú munir eftir. Ég man svo vel eftir þessu barnæsku minni sem var þarna Barbie og Notubrjóturinn. Já, oh my god. Ég man eftir henni. Mér langar bara að horfa hana eftir. Ég held Barbie myndir að séu fucking creepy samt. Það var eitthvað svona hreyfa sig ekki creepy. Það var sérstaklega með hana Notubrjót. Ég man ógeðslega vel eftir Notubrjót. Fyrst það getur ekki sett að háa en ég get ekki. Neta. Hérna, ég veist, já, ég man bara gett vel eftir bara byrjun á atriðinu og eitthvað svona. Ég man ógeðslega vel eftir þessu. Ég hef ekki hort á þessu mynd, sko, ég veit ekki hvað mörg ár. Ég er bara með flashback með þessu bara á sjónvarpi sem ég voru að horfa. Ég segi það. Bara svona túpusjónvarp, ég man bara stofuna sem hann var þarna í. Já. Og hvað þetta svona vivid. Já, en ég var með hana núna, mynd sem ég horfði líka alltaf á, minnum mig svona smá jólin, Anastasia. Já. Hvað hún góð? Horfður eitthvað á hana? Já, fárlega góð. Shit, ég langar að horfa á hana líka. Það smá svona jóla. Já. Sitt hana hérna á lista minn. Já, það mjög gott take. Geggjur, hún ekki Disney. Hún Disney, eða ekki? Ég held það. Disney klikkar ekki, sko. Án gríns. Hún Hún Disney. Jú. Eða ekki? Ég held það. Hún svona, já, ég horfði alltaf á hann með systur minni jólin. Hún geggjuð. Hún allan inn á Disney Plus. Já. Ég hef með það. En næsta í flashback jólamyndum. Christmas Vacation. Classic. Það bara svona series of mjög unfortunate events, skilur. Bara gæin bara mest óheppni gæi í heiminum. Og það bara eitthvað gaman að því. En við líka með bara bestu skreytingar. Já, I love it, sko. Þetta bara ég ef ég ætti hús í Bandaríkjunum. Ég held að líka í þeirri mynd hef ég sé eggnog fyrst. Já. Og ég bara, what is this? Hvað það að drekka? Já. Við erum bara að gera þarna eggnog, sko. Já, við erum að gera það og spagetti hans heila. Já, gerum það bæði saman tíma. Ég nefnilega var að finna ykkur eggnog uppskrifsum daginn, sko. Má ég drekka það svona? Þú setur bara ekki romm út í það? Nei, ég fattaði það. En já, kannski ekki. Við ég smakkaði það bara þá. Já, ef við notum gerilsneita hvítur eða eitthvað. Já, kannski. Hey, no judge, we will find out. En kannski að þetta heitt, eða ekki? Eða kalt? Það var kalt, sko. Ég hugsa hvort það væri, þú veist, eldað í potti eða eitthvað. Þá þetta bara hvítum. Ekki ræður bara, kannski. Whatever, við finnum út þessu. Já, finnum út þessu. Það var spagetti. Já. En enginn var búin að borða það, sko. Nei. Við erum líka að fá bara Hershey's súkkulaði dóti. Já, og M&M eða eitthvað. Jú, M&M, já. Það eitthvað svona, eða Smarties eða eitthvað. Já. Gæðu svona kristað saman. Það er svona miklu lúna. Ángríns, ég myndi aldrei, já. Ég er bara hætt. Hætt að tala með alf. Já. En næsta sem ég með, en senasta á flashback, Edward Scissorhands. Býtu, ég myndi telja hana sem jólamynd. Edward Scissorhands. Já. Með Johnny Depp, hann með svona Scissorhands. Já. Það gerast jólin líka. En þetta er líka Tim Burton mynd. Ég elska Tim Burton myndir. Ég held ég hafa aldrei séð þessa mynd. Þú verður að sjá hana. Ég þekki þennan karakter, en ég held ég hef aldrei séð þessa mynd. Hún er mjög fræg, sko. Já. Ég segi, ég þekki karakterin. Já. En hún er æði, þú verður að horfa á hana. Býtu. Þú, Gunni. Já, ég skal horfa með þér. Já, þú? Já, ég til þér, sko. Já, ég held ég hef ekki séð þessa mynd. Johnny Depp maður? Já, hann er góður. Hann er geggjaður? Ég bara, ég átti mig sér að hana.
Er listin búin? Já. Þessi listi, ég alveg með fleiri. Já, hvað með fleiri? Jólagrínmyndir. Ok. The Night Before, hefur þú séð hana? The Night Before. Hún ekki gömul. Ok. Hún 2015, þetta kannski nýjasta myndin sem hún með. Ok, ég vissi ekki að hún var svona gömul, en ég horfði hana fyrst skipti held ég fyrra eða eitthvað. En þetta þess að bara ef þú horfir á coverið þá sérðu bara þessi grínmynd. Ég sé líka bara þegar Seth Rogen leikur í ykkur. Já, þetta Seth Rogen og Joseph Gordon-Levitt og gæðinsleikur Falcon, hvað heitir hann? Anthony Mackie. Þetta mynd, þeir eru að reyna að komast í ykkur Christmas party, voða svona exclusive og eru bara á okkur dópi, skilur við. Ok. Og þetta fokk ég fyndi mynd. Já, mér eiginlega allt sem Seth gerir fyndi, sko. Já, þetta er góð skemmtun til að horfa á, ég mæli með. Einmitt. Bensi er alltaf að biðja mig að horfa á hana. Ég er bara svona vel nýbúin að horfa á hana. Já, ok, maður bara horfa á hana aftur. Það er góð, ok, nice. Hann elskar svona grínmyndir, sko. Númer 2, Bad Santa. Bad Santa, já, hún er classic. Hún er góð. Það er svona gæja sem er mjög, hvað myndir segja, hann er jólasveinn í svona sjoppu. Já. Hann leikur svona fattar hann svona mál jólasveinn og hann er bara gett dirty. Bara drikkfældur og dónalegur og... Já, hún er geggjuð. Já. Og svo nummer 3, A Very Harold and Kumar Christmas. Bíddu. Hver elskar ekki Harold and Kumar? Hefur séð Harold and Kumar original? Ég veit ekki. Þeir eru svona stoners. Nei, ég hef ekki séð þetta. Hefur ekki séð venjulegu? Ég held ekki. Ok, þessi samt ekki eitthvað ómissandi, skilur, en þetta er bara góð skemmtun. Ég skilji. Ef þú fílar hérna svona, ég maður líka sem myndi komið 3D. Ég elskar líka, ef þú googlar hana, kemur comedy/stoner. /stoner. Það er bara category. Ég vissi ekki að stoner var category. Nei, nokkulega. Það er fokkið fyndið. En já, þetta er svona bara góð skemmtun, skilur. Ég að segja þessu. Ég trú ekki samt að þú hefur ekki séð original Harold and Kumar. Held ekki. What? Ég horfði á hana svona 10.000 síðan ég var yngri, sko. Ég átti hana líka 10/10. Já, nei, ég held ég hef ekki séð hana. What? Kannski. Með hamborgarana? Já, kannski þarf ég að horfa og þá er ég bara, Vá, ok, ég hef séð hana Vandræðaloft, sko. Já, ég hef ekki séð hana Vandræðaloft. Vist ég ekki séð hana það ástæð. Ef ég átti eitthvað á DFD, þá var ég búin að sjá það milljón sinni, sko. Já. Já, og ég átti þessa mjög skrítið mynd til eiga þegar maður er lítill, sko, því þetta er bara eitthvað stónerar, sko. Þetta er svona mynd sem mamma er einhvern tekið á leigu og svo... Nei, ég held að mamma myndi aldrei taka á leigu, þetta er meira pappi, sko. Já, svo bara gleymdi skilni og bara eitthvað, sko, ég er svo mynd. Það er bara eins og pappi átti bíómyndina Dude, Where's My Car? Og ég horfði á hana svo oft. Svo bara því að, einmitt, hún var bara til á DFT og maður bara eitthvað, ok. En hún er svo skemmtileg, þó maður sé krakki. Þó maður skilur ekkert hvað er í gangi. Og svo líka, þú veist, bíórásin á hérna það var hérna bara stöð til bíó. Já. Mestur henni. Bara sé rás sem voru bara bíómyndir. Það held sér enda til, sko. Ok. Ég sé ekki. En þú veist, ok, whatever. En hérna, myndirnar, þú veist, það voru alltaf bara sömu myndir. Já. Spilast aftur. Er það þannig? Já, ég myndi alltaf. Já. Allavega, þetta var bara það glórulaust að núna hef ég séð nokkra myndir svo ógeðslega oft bara út þessari sjónvarpsstöð. Já. Og það var bara svona horfði bara svona aftur, bara ok. Fine. Þannig að Catch Me If You Can er núna milljón sem skipta á stöðu, vil ég sjá hana? Já, Hide and Seek, hryllingsmyndin. Já. Hún var alltaf þarna. Ég held ég aldrei séð eina myndi jafn oft Catch Me If You Can. Já, það. Hún er alltaf á öllum stöðum, sko. Já, það er eins og það var bara keypt bara full on license á myndinni og bara nýta sig þess að það getur, sko. Og hvað fyndi? En varst þú með þegar þú varst yngri? Ég var ekki með, þú veist, ég var ekki með stöð 2 þegar ég var yngri. Þannig ég horfði aldrei á þarna Jósef og Jósefína. Jesú og Jósefína? Já. Já, ég horfði á það. Það var happen. Er það ekki búin að sjá það? Nei. Oh my god, ég sá um þetta eitthvað TikTok, sendi ég það ekki? Ég var bara, vá, hvað er mikið flashback. Jú, er það ekki? Ég held það. Jú, ég sá allan eitthvað daginn og svo fór ég bara að hugsa til þess. Vá, ég man eftir því, það var geggjað þetta, sko. Það voru geggjað, ég man að ég sá einn þegar ég var heima hjá vinum mínum og þau voru með, þetta var stöð 2. Já, ég veit það ekki. Þetta var allan ekki RÚV. Ok. Þetta var allan á svona keyptri sjónvarpsstöð. Já. Damn. Já, það er svona þættir sem að allir ætti að hafa séð, skilur. Þetta var svona svo mikið original, sko. Þau ég að fara aftur í tíma Jesú. Já. Gekk cool. Geðveikt cool. Og svo fannst mér alltaf Jesús að sætur. Já. Maður átti alltaf eitthvað svona crush. Ángríns. Alltaf bara sætasti krakkinn í bíómyndinu og alltaf crush. Ándurs.
En svo ger ég, þú búin með þinn lista? Já. Ok, svo ger ég smá lista bara með 4 myndir sem ég langar að sjá, sem ég ekki séð. Ok. Svona jólamyndir. Og það It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Ég svo glutið að muna, Þetta á að vera bara minn... ok, ég hef ekki séð þessa heldur. En hefur ekki heyrt hana? Jú, bara algjörlega. Má ég segja við þið. Já. Mér minnir já, þetta eitthvað svona og svo ógeðslega svipað á Christmas Carol held ég já, það getur verið, einmitt held að það sé svona smá þannig vibes en hún á að vera geggjuð hef ekki séð hana man eftir í Friends og töluð hana já, it says it in the title og svo deyr hann í endan eða eitthvað og hún bara að grínast hún bara getur ekki klikkað en svo gerði ég Scrooge líka original, mér langar að sjá hana já Ég held að það séu mjög svipaða samt, þessar myndir. Já, þær eru það. Ég held að allan Scrooge og þú veist svo Christmas Carol. Já, og þessi held ég líka, Wonderful Life. Ég held að það séu allan mjög svipaðar. En ég fíla bara svo mikið þetta vibe, ég veit ekki af hverju. Mér líður svona ekki það sé of mikið eitthvað svona... Happy. Já, þessi smá spenna inn á milli. Fyrst, það er gaman líka. Og svo Little Women. Já. Mér langar svo að sjá hana. How little are they? Little Women ég alveg til að sjá hana líka hún komin út í bíómynd hún komin líka til 2019 útgáðan sko. Ég segi það og 1994 það er til eldri, ok ég bara verið til bókin sem þau eru að lesa í Friends en þetta bara svona allir Amerikanar tala þetta er bara geggjubók mér langar svo að vita, ég veit ekkert why is it so good? Angríns, eins og vita það er eitthvað sem heitir eitthvað sem Joey held að vera gaur já og svo Gjalla, Beth eða eitthvað en er þetta jólamynd? Þetta er flokkar sem jólamynd sko já, á hverju listar sem ég fann what? Ok ég veit ekki alveg af hverju, við kannski gerist þetta já þetta gerist jólin in New England ok, elska mjög elska líka New England Þannig að já, mér langar að sjá hana og svo seinast að álistanum var The Grinch, nýja 2018 teiknumyndin. Við erum að horfa á hana. Já. Oh my god. Ég ekki grins, ég bara með svona tilfinningu að maður langi heim að horfa á bíómyndir. Ég fæ hana ekki oft. Nei. Veist, en þetta er bara tími. Já. Þú veist, ég náttúrulega elska bíómyndir, en þú kannski ekki. Ég meira bara eitthvað svona, þætti. Já, ég meira bíómyndin mannskja. En þetta er bara the season of movies, sko. Já. Og til að taka líka svona já, ég ætla að fara að segja, síðast en ekki síst en þannig er við til dæmis alveg ólíkar af því að ég er ekki ólíkt mörgum það eru margir sem eru með þá hefð að taka marathon þegar kemur þessum tíma af því að þetta er bara tími sem er fyrir mjög margir þetta tími þar sem þú ert með mikið frí kannski fórvinnu eða eitthvað þú veist eins og þeir sem eru milli jól og nýjás er bara besti marathontíminn já, þeir sem eru kennarar og svona eru komin í jólafrí og þegar maður er nemandi og maður komin í jólafrí og allt þetta þannig að margir taka marathon en ég hef ekki átt neina hefð að taka neitt marathon en mín hefði bara að horfa á þessu jólabíómyndir já, það er náttúrulega ekki líka en þú veist, ég tek alltaf jólabíómyndir fyrir jól og svo kannski á jóladag og 2007 svo 2007 byrja ég á Lord of the Rings marathoni já það er bara ádó. Hvað eru það margar bíómyndir? 3, ok. En þú veist, ef þú tekur Hobbita með, þá eru 3 viðbót. Ok, það er 6, já. Já, tekur það? Hvað gerir þú? Það er náttúrulega nýlegt að Hobbitin kom inn í þetta, það er bara 4-5 ára eða eitthvað. En ég hef alveg tekið Hobbita með þessu, sko. Já, ok. En ég tek oft Harry Potter líka. Já, það er alveg 8 myndir. Já, 7 bækur, 8 myndir. En það er ógeðslega easy. Þú veist, Harry Potter er ekki eins langt og Lord of the Rings. Lord of the Rings er alveg langt. Já. Þetta er alveg 3 myndir hver. Já. Nei, 3 myndir. 3 tímar. Já, ef maður horfir extended. Einmitt. Ég verður að horfa extended, sko. Vá, hvað ég er að láta því horfa á eina mynd. Af hverju? Lord of the Rings. Já, að ég tók Harry Potter í sumar. Sko. Það er ekki fræðilegur í myndin annað eftir jólin. Nei, ekki strax. Ég skil það alveg. Þú veist, þess að ég, 3. marathonum mitt á þessu lista er Marvel. Þú veist, taka það bara... Allt Marvel? Nei, bara MCU, bara eiginlega eins og þú þekkir Marvel, skilurðu? Ok. Sem er bara Avengers heimurinn, skilurðu? Ég tók það bara daginn, sko. Já, ég vissi að þú og Bensi voru að taka það þannig, en hvað er þær margar myndir? Það er alveg margar, sko. Hvað er 14 eða eitthvað? 14 bíómyndir? Ég myndi alveg halda það.
Þetta er náttúrulega hver einn á svona 3 bíómyndir, sko. Já, þú veist, en vá. Og það er ekki allt Marvel-dótið, það er bara þetta... Nei, það er ekki X-Men og allt þetta, kannast við þarna Avengers. Já. Vá. Það var geðið gaman. Ég tók það samt bara, þú veist, ég tók hverja mynd á alveg 3 kvöldum. Já, sjálfsög. Af því ég var náttúrulega bara að gera allt annað. Bráðum fór að sofa og þannig, já. En það var geggjað. Þetta er svo uplifting að taka marathon. Já, það væri kannski, ef ég ætti að taka marathon, þá væri ég til að taka það. Já, þú myndir alveg hafa gaman að ég held það, sko. Þannig að þú þarf til að senda mér, að ég myndi ekki vita hvað í anskotanum maður ætti að byrja. En ertu með Disney Plus? Nei, ég er frá að fá mér á núna. Fáður það? Af því að þar er bara, ef þú fyrir í Marvel, þar er bara, þú veist, MCU timeline. Og það er bara, alla myndina er réttri röð. Það fucking hentugt. Já, og þú getur horft á timeline röð eða útgáfuröð. Ég myndi horfa á timeline röð. Það er mikið sem er sens fyrir þér. Og ég ger það og geða gaman. Geggjað. Ég er að enda, í timeline röðinni, þá endum við held ég 3 Iron Man næst í röð eða eitthvað. Já, var það ekkert mikið? Nei, ekki fyrir mig, sko. Ég var alveg til í það. En þess að ég held að vera 1 mynd á milli eða eitthvað. En að því var að taka þetta álega á nokkru dögum. Já, nokkla. Þá var allt læg. Geðveikt. Þú myndir alveg að gaman að ég held ég, sko. Já, ég held að ef ég ætti að taka marathon, það væri eitthvað sem myndi nanna, væri Marvel, sko. Já. Svo er eitt bara sem að mér finnst á síðustu 2 árum, svolítið, ég kannski tengi þetta meira við áramótin, en svolítið eru partur af, þú veist, þessu áramóta chilli heima, þú veist, að það er allt lokað inn á milli og eitthvað svona. Það eru þættirnir You á Netflix. Oh my god, það var í fyrra, hitti fyrra. Það var í fyrra og hitti fyrra. Já, bæði. Er að koma önnur sería núna? Það er að koma fokkin 3. Hættu! Ég get ekki beðið. Vá, hvað ég er spennt. Ég veit það. Ég hata þess að þætti svo mikið, en ég elska það svo mikið líka. Já, ég ætla að fara að segja hvernig önnur sería enda, ég ætla ekki að gera. Nei. Að ég ætla að minna það á mannstu. Já, nei. En ég ætla ekki að gera. Hún endaði svo spennandi, sko. Já. Ég horfði á þetta líka, ég kláraði hana, ég flög til Flórida, ég var ein í flugvél, ég kláraði seríuna. Í flugvélinni. Varstu ein? Já. Ég flög ein út. Já, önnust bara ein að horfa á þetta. Já, einmitt. Mér leið svo illa. Það var svo creepy, sko. Ég kláraði þessa seríu, ég hálnaði, ég man ekki hvað tók langa tíma að horfa á hana. En það var ekki þættir. Nei, það er alltaf fáið þættir. Já, og ég held ég tekið 1 eða eitthvað þegar ég var komin út. Já. Að því ég náði að klára, ég var bara, þú veist, ég svaf ekki 1 mínútu, sko. Nei. Ég bara downloadaði öllum í síma minn og horfði á alla, bara back to back í fluginu. Það var 10 tíma flug. Já, ég held að ég og Gunni því að Gunni var hjá mér, þú veist, út í Boston í fyrra. Og árinu áður vorum við út í Frakklandi áramótin. Þannig að, þú veist, okkar tenging er alltaf í útlöndum, 2 saman, get nice. En við vorum... Núna erum 2 saman bara heima, en ég ætla að vera með. Já, þú Bensi með vera með. Men Bensi nennir ekki að horfa á það. Ok, veist þú með það? Já, ég verður að hafa eitthvað, sko. Það er ekki þetta að horfa á þetta. Nei. Maður verður sko skít, hrættur. Nei, við mælum með, ef þið ekki sé You á Netflix, þá horfið á það. En ekki nema að þið elski Gossip Girl og vilja ekki missa álitið á Dan Humphrey. Ég get ekki hort á Gossip Girl lengur, sko. Nei, það er alveg ónýtt, sko. Það gæinn, Penn Badgley, hvað sem hann heitir. Já, leikarinn, hann leikur aðalgæjan og hann er bara eitthvað psycho, sko. Ég er bara hrædd við hann. Understatement. Án gríns. Jokes. En finnst þetta ekki orðið partur einmitt af áramótunum? Nefnilega, þú segir það. Þessum jól áramótum, þessum tímabili. Já, algjörlega. Ég get ekki beðið. Vá, hvað ég er spennt. Það er eitthvað að tala um að þetta ætti að koma, ég var að reyna að finna bara nákvæmlega dagsetningu. Nei, það er eitthvað að tala um að núna kemur þetta ekki fyrir eitthvað annan janúar, eitthvað helvits kjaftaði. Í alvörunni? Já, brjáluð. Það meikar ekki sens. Nei, ekki neitt. Kannski er það bara bull, sko. Það er ekki búið að staðfesta, en alltaf fresta út af þessu helviti sem það veiru. Já, tölum ekki um það. Nei, nefnum hann ekki nafn. Nei. The one who cannot be named. Já, gríns. Þetta er bara Voldemort, sko. Ándjóks. En þú varst ekkert með meira á þessum listum með hann? Nei, listum minn er búinn eins og hann leggur sig, sko. En þetta er alveg helviti margar myndir og við ætlum að deila þessi lista með ykkur. Bara þurfum að setja saman, við vorum alltaf með fyrstu, sko, 5 eiginlega eins. Já. Þannig að við kannski... Við setjum bara þinn inn í minn, skilur, að því ég svo langan. Já. Þú varst með ykkur sem ég nefndi ekki. Já, Jim Carrey. Já, Christmas Carol. En ég veit myndi fíla hana. Já, 100%. En ég veit myndi pott haldin í 4. sæti, sko. Já. 100%. Þannig að við setjum þetta á Instagram. Já, ég er nefnilega með að skipta þetta categories, skilur. Já, við setjum það bara líka. Já. Bara ekki. Hörðu, við spurðum samt tepóðsgestina líka hvað er uppáhalds jólabíómynd þeirra. Ég er spennt að sjá hvort það kom okkur eitthvað óvart. Nefnilega. Eitthvað sem við gleymum, skilur. Kannski er eitthvað með hérna. Voru við ekki að drulla yfir ykkur? Hæ? Við drullum ekki yfir hérna mynd, eða? Jólabíómynd. Jú, alla Netflix bíómyndir. Já. Það var eitthvað sem skrifa en strax og ég opnaði þetta. Hvað?
Netflix jólabíómyndina síðan fyrra. Hvað myndi það? Jólamyndinar, bara allar greinilega. Allar jólumyndina frá því fyrra, það getur ekki verið að það séu allar góðar. Nei, sorry, en ég held ég að horfa á ykkur eina í fyrra og það var versta bíómynd sem ég séð. Já, ég bara, I do not believe you, my friend. Miracle on 34th Street. Já, það líka svona eldri bíómynd, ég hef ekki séð hana. En það örugglega svona kannski svipað og A Wonderful Life. Já, ég vil sjá svona myndir. Mér langar svona í old vibes núna og taka svona myndir sem ég ekki séð. Það er alveg frá 47, sko. Já, vá. En það er örugglega búið að endurgera hana líka eitthvað. Það hlýtur að vera. Ég veit ekki, nei, sýnst ekki. En jú, 94. Hún er svörtkvít, sko. Það er til frá 94. Já, ok. Getur verið. Já, við þurfum að horfa hana. Eitt setja hana listan. Já. Og það setja listan langar að sjá. Já. Ég ætla bara að deila þessu lista eins og legacy, sko. Bara algjörlega. Þú bara bætir við það sem langar að sjá. Já, þannig að fólk getur séð bara hvað myndir að tala nákvæmlega. Ok, maður sjá. Allar Home Alone myndinar. Þær eru 3 eða 4 eða eitthvað. Já, ég veit ekki hvað þær eru margar. Þær eru alveg vandrarlega margar, sko. En 1 og 2 classic, ég veit ekki með rest, sko. Já, það segja fun fact Home Alone. Já. Þú veist að vinur okkar... Mikael Culkin. Nei, hver þá? Óvinnur okkar minni Donald Trump. Já. Hann er í mynd 1 eða 2, manni ekki hvað það er. Já, nummer 2 held ég, þannig á hótelinu. Já, þannig á hótelinu. Hann átti ekki að vera í þessari bíómynd. Nei. Vissir það? Nei. Þetta er bara því að þau báðum leyfa að fá að taka upp í Trump Towers. Já. Fyrir þessa bíómynd. Og þá sagði hann, að fá að leyfa ef ég fæ verið í myndinni. Nei, hættu. Litli athyglisjúki minn, sko. Bilast yfir honum, sko. Hann átti ekki að vera með einhverja setningu eitthvað, hey, where's the elevator? Þú veist, Jesus. Over there. Ég veit ekki hvað hann segir. Það eru til fleiri Home Alone með einhverjum öðrum krakka líka. Já, beil og það. Stopp þar, sko. Já, ég gef pass á allar myndirna með Macaulay Culkin. Ég segi bara samla. Já. En já, ég held það sé bara 2 með Macaulay Culkin og 3 er annað krakki líka. Ok. Bara... Ég vil ekki sjá það, sko. Nei. Gerir bara nýja mynd. Ég sá líka þegar ég var að rannsaka fyrir Elf að það hefði verið boðið vilfarlega að leika í sequel. Ég væri til að sjá það, sko. En hann sagði nei. Hann er örugglega að bjarga okkur með því að segja nei. Hann er örugglega að bjarga okkur, sko. Hann er örugglega að bjarga okkur. Ég ætla að trúa því bara. Okay, The Holiday Calendar á Netflix. Þú hlýtur að ljúga okkur. Ég trúi ekki að það setja góð bíómynd búin til af Netflix. Kannski er þessi mynd ekki búin til af Netflix. Kannski ekki. 2018 hljómar þessi Netflix. Netflix-legt. Sorry, en hún hljómar hræðileg, sorry. En hún er 5,7 á IMDb og ég horfi bara á coverið og mér leiði strax. Og þetta er líka bara svona C-klassa leikarar, sorry, ég veit ekki. Ég er hater þegar kemur á Netflix bíómyndum. Nei, Netflix, ekki Netflix bíómyndum, Netflix jólabíómyndum. Algjörlega. Bara sorry, við gætum haft rátt fyrir okkur og þegar við alveg, þú veist, en við verðum bara hreinskilnar. Já. Við getum ekki logið. Nei, við höfum ekkert séna, sko, en þú veist, þið getur alveg gefið henni sjens, en ég myndi ekki gera það með það coverið. Hún kemst ekki að listan. Það er svo leiðilegt að eiga tímanum sínum, maður er svona, komin kannski 40 mínútur inn, maður er svona, hvað í fokkanum er ég að horfa á? Já, ég bara, þú veist, daginn, ég var bara pirruð. Ég bara, að skemma jólið mín. Hætti þessu. Hörði, ok, The Christmas with the Cranks, þannig hérna segir ein, hún er góð. Hún er góð. Ég sé þessa. Ég líka. Ég man samt ekki nákvæmlega eftir hvað hún er. En hún er bara svona classic. Þetta er svona Christmas vacation vibes. Já. Er þetta ekki saman líkar, já? Mjög líkir allavega, nei, kannski ekki. Nei, ég held þess ekki sami. En þessi, já, ég myndi mæla með henni. Ég myndi alveg setja hann á listan. Ég líka. Love Actually. Að sjálfsög. Ég segir ykkur reyna This Christmas. Ekki, ég veit ekki hvað það er. Elskar, hvað er til margar, svo myndi frá 2007, lítur bara allt læg út, sko. Lítur út svona Christmas vacation vibes, eða? Já, þetta er eitthvað svona stór fjölskylda eitthvað saman. Já, það er alltaf eitthvað, það er gaman, sko. Já, cute, sko. Ég nenni ekki að horfa á eitthvað, ok, ég veit það ekki. Og það er eins og Chris Brown hafi gert lag fyrir þetta. Nú. This Christmas. Ætla að segja það? Nei. Örgulega ekki. Ok, anyways. Já, ég veit ekki alveg með hana. Nei, ég veit ekki. Á með coverið. Ég dæmi þetta aldrei jólabíómyndir út frá coverinu. Út frá coverinu, já. Það sé ekki alveg nógu magical. Nei. Eða svona ekki nógu humorous. Nei, en ég er alveg til að prófa hana. Ég líka. Ég gef henni sjens. Af því hún er ekki frá 2010 upp úr. Hún er ekki frá Netflix. Já.
Svo eitthvað með Classic, bara Elf, Grinch, Christmas Vacation. Home Alone 1, 2, Holiday. Margir sem segja The Holiday, já. Alltaf geggjuð, sko. Svo eins og segir hérna Polar Express. Hún átti að vera listanum mínum. Það sko, hjá mér líka, en ég eiginlega tók hann út af því ég gaf hana Christmas Carol frekar séns. En ég glemdi ræðana. Ég sverða að hún var á listanum mínum, sko. Ok, hún á að vera í flashback. Já, The Polar Express. Ég elska hana. Hún mjög góð. Þetta svona mynd sem alltaf í gangi á aðfangadag einhvern veginn frammi þegar mamma að þetta alltaf í sjónvarpinu, skilju. Já. Þegar mamma elda og svona, dettur maður svona inn í hana og svona mótnana. Og það minnum á í hitt í fyrra, myndin sem var í gangi þegar mamma var að elda og ég var bara býð eftir jólunum, var Frozen. Að það? Já, ok. Ég tengi hann ekki við jólin. Ekki heldur, en svo hugsa ég núna, það geti alveg verið eitthvað sem maður geti sett að lista. Eða svona fyrir krakkana einhvern veginn. Þetta einhvern veginn ekki okkar svona kynslóð. Ekki alveg, en þú veist, ég gæti alveg sett hann að lista sem svona, þú veist svona að klára að tegja einn drópa. Nei, ég sett ekki mikið þannig mitt. En hérna, já, Frozen, hún góð, sko. En Frozen 2, djöðlir hún fyndið maður. Ég ekki sé hana. Já. Þú verður að horfa á hana. Ég veit það bara næsta sem ég gerir. Ég fór á hana í bíóm og litlistin minni, litlistin mín kom með mér, sko. Ég fór með þér á Frozen 1 í bíóm með litlistinni. Ég veit ekki hvað með mig og jóla þessu myndir, ég bara verða að fara í bíó, sko. Ég var eftir að sjá 2, sko. Mér finnst Frozen 2 fokkin fyndið, sko. Ég var í kasti. Og fórstu hana íslensku? Örugglega. Já. Örugglega. Ég elska það. Nei, kannski ekki. Nei, kannski ekki. Ég held ég hef ekki farið í íslensku. Mér finnst þetta Ólaf ógeðslega fyndinn. Hann ógeðslega fyndinn. Nei, líka ensku. Já, líka ensku. Þetta hann að gæin hann svo fyndinn, hann er svo kringlu og gleru. Já, hvað heitir hann? Og hann leikur í The Best Man með Kevin Hart eða eitthvað. Hann svo fyndinn. Já, Josh Gad, já. Nei, hvað heitir hann aftur? Hann heitir Josh Gad. Já, nei, hvað heitir þetta myndi með Kevin Hart og honum? Já, hann Josh Gad, þetta svo góð mynd, sko. Ég tíska Kevin Hart. The Wedding Ringer. Já, hún svo góð. Ógeðslega fyndin. Þessi gæi hilarious og röddinn hans svo iconic, sko. Já. Ok. Hvað er áður? Já, en Polar Express hafa gott take. Já, ég ætla að hafa hann í mér. Ég trú ekki að ég glemti. Svo bara Christmas Vacation, Grinch, Home Alone, Love Actually. National Lampoon's Christmas Vacation. Vá, þetta er bara lengra versionið af nafninu. Svo sendir systir þínin Elf á íslensku. Ég og Rebecca horfum alltaf á hann íslensku. Og það, þú veist, já. Ég var að vonast til að það var önnu mannski og bara, what? Svo er þetta bara Rebecca. Þetta er ógeðslega rétt hjá ykkur samt. Já. Þetta er líka bara önnur upplifin. Sammála. Það er svo ógeðslega margir sem er ósammála mér. Í alvörunni? Já. Svo en hvað fyrir fólk núna? Hvar getur hann nálgast Elf á íslensku? Ólöglega. Er það bara máli? Já. Ok, fyrir mig ekki náður það? Nei. Ólöglega. Ég held að það sé ekki hægt að fá hana nema með hana DFD, skilur. Ég átt hana DFD. Já. Nema sé ekki til bíómyndarlegur í dag, ég veit ekki. Það er alltaf frá að lega spólu, ekki þar. Ekki hugmynd. Ef ykkur veitum löglega leið til þess að horfa á Elf á íslensku, láta okkur vera, já. Láta okkur vita. Hvað sagði ég? Ég segi alltaf láta okkur vera. Ég ætla alltaf að segja láta okkur vita. Ég kem alltaf láta ekki senda okkur, láta okkur vera. Það er svo allt í það sem ég er að reyna að segja. Hvað veit þið? Ég hefði það ekki eins. Láta okkur vera. Bílast yfir þér. Ok. En ég þarf allir að segja sömu myndinar. Love Actually, Holiday, Love Actually, Elf. Svo mér finnst það ógeðslega krútlegt eitthvað segja Grinch, horfum alltaf ána aðfangadag morgun. Ég elska svona hefðir. Ég horf alltaf á Elf. Og vá, mér langar að horfa hana Grinch aðfangadag. Já, mér líka. Það er ógeðslega vísi eftir þetta hjá mér. Ég horf alltaf einu Elf með systur minni þegar hún bjó heima. Þá horfði hann á íslensku inn í herbyggi. En svo fórum við fram að horfa á Christmas Vacation eða Grinch. Það er svona skipt upp einhvern veginn. Þess vegna finnst mér líka sko á aðfang við erum eftir að taka dag um þetta. Já. Við erum eftir að taka þátt um þetta. Já. En þessi dagur á bara að vera í þetta. Þannig til við erum orðin að það gamla að við erum bara eldan að mat sjálf. Sem er ekki halva mjög látt það hjá mér. Take away. Já, fuck, þú ert að gera bráðum. Nei. Hvað er það að segja? Herru, The Family Stone segir einin. What? Ég hef aldrei heyrst um það. Nei. Ég veit ekki sem hvort þú ert hérna. Já, ég kom að sofalega. Já, ok.
Af því að bara það ógeðslega mörg svör af því að svörin fyrir neðan eru bara heyrðu það sagði ykkur Gremlins, love that já, takk flest önnur svör eru bara það sama sko Grinch, Holiday, Elf og Vacation þetta er alltaf sama og þetta er svona endalaust sko Jólós, Önnubellu oh my god, hann setja það á flashback-listan já, oh my god, hvað langt ég sé hana en ég ætla að segja, það er eitthvað sem segir hérna The Family Stone já, ég hef séð þessa mynd hvað mynd er þetta? Þetta er alveg góð mynd sko það er rom-com, já og ég elskar rom-com já, þetta er rom-com, og Family Stone þá er að tala um fjölskyldur hringin já, betur ég, mér kannast þess líka þetta við erum með góða leikara hérna við erum með Sarah Jessica Parker já Rachel McAdams já, Love Antjúks ok, ég ætla að setja hana á Want to Watch see, já. Og geggjað vá, takk fyrir þetta thank you svo er hérna það er einn sem spyr hérna hvar fenguðu bleiku húðunar herðu, pöntaður á Amazon já, tóllurinn senda þær ekki tilbaka en við pöntum þær á Amazon geggjaðar húður, sko já já, okay. Það er bara mjög mikið að þetta er sama hérna sko, er ein hérna, Sunniva hvað er það? Sem að segir Princess Switch nei, hörðu stopp núna, elsku besta mín sko, þú verður að horfa myndar sem við settum inn af því ef þið finnst Princess Switch góð þá ertu bara að horfa á vitlausar myndir já, það finnst þið bara hinar bara priceless já, þá hætti þú ekki að horfa á hinar, sko nei. Þannig að ég ætla bara að kenna að hún hefur aldrei enginn hefur kynnt henni fyrir hinum það hlýtur að vera ok, segir ykkur hérna ég alveg drölla ég bara náðan I'm sorry þú veist líka bara eitthvað ef að Vanessa Hudgens er uppáhaldsleikarnan hjá okkur þá veist þú bara eitthvað, það er ekki ein það eru tvær ég veit ekki hvað það er eins bara yndislega og hún lúkar skilur það bara þóli hann ekki þetta er bara eina manneskjan sem ég actually bara geta ekki að horta á í bíómynd talandi það er margir sem taka sko High School Musical marathonum jólin já, stopp það ég er ekki þar ég get alveg ekki já, ég get alveg gert það upp á gamani skilur en já bara, já, ég veit það ekki það er svo ógíslega mikið annað sem ég myndi freka að vilja horfa á ég skilji, heyrðu, skemmtilegt svar hérna einn sem segir, ekki beint jólamynd en ég horf alltaf á Three Wishes for Cinderella sem er tékknesk mynd frá 1973 og kemur mér alltaf í jólagýrin ok, ég elska frumleg svör þetta er gaman að heyra þetta já, geggjað heyrðu, Fred Claus, hvað er það eftir? Já, og það er eitthvað svona klassíku mynd líka svona eins og Christmas Vacation eða ekki jú, það er þessi, jú, hún er ógeðslega skemmtileg já ég sé hana jú, ég elska þessa þetta er með fílupúkanum okkar já, besti hann leikur í hann og ég meina þessi máli fara að lista já, sko. setjum hann á listan Fred Claus, er ekki tvær? Fred Claus, jú, og svo er hann Fred Claus svo hann svo cute konu og ok, anyways vákur og margir sem segja með fílupúkanum okkar leikar honum já, ég veit, Vincent eða Vince já hvað sem hann heitir þessi elf Vince Vaughn kann ekki segja það nei, svo endalaust af jólaóskanabölu þegar ég var lítil en veit ekki alveg núna jú, ef þið fannst svo góð og slítil þá áttu að horfa hann aftur já ég lofa því Home Alone og Nutcracker var ég að tala um það á hann? Nutcracker, það er örgulega er það Barbie myndin? örgulega, nótbruturinn what she said ég er örgulega að tala um hana bara Barbie útgáfi já jú, ég held ég að tala um hana Barbie oh þetta er greinlega augljóslega ný þetta er nýtt version sem er 2018 ég hef ekki séð hana, en ég ætla að sjá hana já. Nutcracker and the Four Realms The Nutcracker það setja hana á já, hann er komin í listan thank you herri, svo er þetta bara hérna já, einmitt já, bara eiginlega alltaf sama bara gegja, það er ekki, þú veist, nokkuð frumlega svörðna og takk kærlega fyrir þau að við erum eftir að tekka þessum bíómyndum, sko. Nema fucking Princess Switch. Eins og segir hérna Harry Potter, Grinch, Holiday og Netflix jólamyndunar síðan fyrra. Við erum sammálaðir með Grinch, Holiday og Harry Potter. Og sumi tæki Harry Potter. En þú ert að rugglast eitthvað með Netflix. Ég held það, sko. Ég bara prove me wrong, sendi okkur DM með geggjaðri það bestu Netflix original bíómyndinni ég vil fá yfir 7 í IMDb og þá skal ég pröfa saman já, og þá byrðist við afsökunar ef við höfum, já, það er bara þannig, þú bara kemur með myndina þú seg, ef hún er góð
Þú verður að sanna, ég vil fá rök. Já, algjörlega. Og sannanir. Þá skulle ég horfa á hana og þá gerum við formlega afsökunum með henni. Herri svona, ég get ekki beðið. Ágríns. Eftir að sjá þig í næsta þætti. Sjá mig í næsta þætti? Já, næsta þætti á tilboðinu. Já, ég mjög spennt fyrir næsta þætti, sko. Ertu að grínast? Ertu að grínast, ég er spennt. Ég er ekki spennt fyrir mér. Ég er ekki spennt fyrir mér? Nei. Segjum ekki meir. Ég ætlaði bara að segja, ég er svo spennt fyrir næsta þætti. Vá, hvað ég er spennt fyrir næsta þætti. Það næst þegar við setjum inn í þessu setti. Já, verið spenni beltin, sko. Jóks fast. Já. Þú veist, það er bara eins og jólasveitin sé að koma. Jólasveitin bara næsti að koma, sko. Bara næsti bara við. Jóks. Við verðum að hætta. Já, við megum ekki spoila. Sjáumst í næstu viku.